Léttgeggjuð hlustendur, þetta hlaðvarpið 2 á toppnum. Ég Tóti og ég einn á þessum toppi núna. Það að segja Oddur fjari góðu gamli. Hann þurfti vist að fá frí á móti fríinu mínu. En engar áhyggjur sko, ég held að ég sé að taka þáttinu upp. Hann skimur það bara í ljós. Og já, það líkur samt mikið við sko. Þetta sko það krítist ástand að ég komin í KR-treyjuna sem að ég geng aldrei nema þegar gengur illa. Það svo gaman. Það svo besta við að vera KR-ingur sko hvað allir elska hatamann sko. Þannig að þegar gengur vel þá ég ekkert að auglýsa það, en nú ætla ég bara að vera í þessari treyju þangað til að Óskar Hrafn tryggir okkur frá falli. Og til þess að gera þátt nú örugglega góðan og svona oddslausan þá má segja að hér hafi Gen X tekið yfir. Svo ég hef fengið langþráðan gest, má segja. Sveinn Voge, blessaður. Já, góðan blessaður daginn, já, loksins. Já, það hefur lengi, ég hef oft reynt. Já, það hefur alltaf eitthvað verið óalega astanlegt, misgóðar ástæður, en alltaf gildar samt svona. Já, en sko ég var svona á mörkum þess að verða sár, að vera bara ekki boðin sem fastur lið, sko. Já, já. Nei, það er bara þannig, sko. Já. Að því að þetta right up my alley og svo bara geggja podcast og það verst að vita sko, stundum bara sitja og vera og hafa eitthvað málum að leggja. Já, þurfa að svona rífast við snjalltækið. Já, þannig að núna við verðum einhverja 4-5 tíma sko. Það hætti því. Já, það gæti orðið eitthvað. Og ég náttúrulega tala sko, þetta sé Gen X takeover, þess að við náttúrulega erum af þessari ódreipandi kynslóð. Við erum nánast það munir eitthvað örfáum dögum sko. Já, við erum 71 módel 13. júni ég og þú 17. júni. Já, nákvæmlega. Þannig að þess vegna erum við náttúrulega með húmorinn í lagi og það var nú, Oddur lagði nú upp með það áður hann fór að ég ætti að taka Naked Gun fyrir í þessum þetta. Já. Sem að hefði svona ekki neitt mál nema þá datt mér alltaf að það væri alltaf best að fá eitthvað á mínu aldri af því að við skiljum húmor sko. Já. En þú náðir ekki að sjá nýju myndina, en auðvitað náttúrulega þekkjum við gömlu myndinar inn og út, sko. Já, og og gaman að því að sjá þessa mynd ná svona flugi. Já. Ég held að þetta hafi dálítið með tíðarandan að gera. Já. Ég held að hafi dálítið með það að gera að við þurfum bara smá release. Já. Og fá kannski svona bara góðan húmor það sem slapstick það sem við bara getum hlegið í friði og þurfum ekki að pæla í því hvort að við séum að hlæja að einhverju sem má ekki eða eitthvað. Já, einmitt. Það fær einhverja detta bara og þú læra því og auka hendur og svona og gaman. Já, og svona þetta er svona bara old school fíblagangur og samt einhvern veginn þegar svona spurðist út að það ætti að gera reboot eða endurræsa Naked Gun og hann náttúrulega dauður, hann Leslie Nielsen sem fór á kostum í 3 myndum sem Frank Drebin og þá bara dregin fram harðhausinn Liam Neeson og það voru svona einhverju efasemdir að þetta væri nú tímaskekki að virka ekki alltaf en hún er bara alveg að gera stormandi lukku og bara fólk bara hrúast í bíó út allan heim að sjá þetta og hún er góð, hún er útrúlega bara í anda þessari gömlu sem er kannski svolítið merkilegt en þetta er náttúrulega sýnir okkur bara að húmor virkar og þú ert nú búin að stúdera það svolítið Ég er búin að vera dálítið í því og talandi um frábæran húmor og þannig ekki að vera skilgjarnir mig sem hlutafa slíkt og þá er einn af mínum uppáhalds og svona ljósberum í húmor í dag heitir Ricky Gervais og hann gert fullt af geggjum hlutur náttúrulega Jú. Og frægastur fyrir Office sem Office var ótrúlegt og svo það var ekstra frábært líka en svo var hann með stutta seríu þar sem hann var svona on camera sem hann sjálfur og Stephen Merchant í þáttum sem hétu Life's Too Short sem er svona grunni pílu svona skemmtilega stúpid en þarna eru þeir basically að koma dverg á framfæri Já. Og við nokkara sem var í Willow og fleiri 80s Já, var Evok í Return of the Jedi og Warwick Davis alveg svona frægasti litli kallinn Nema það sem er að surfisa núna sem er svo skemmtilegt að það er geggjað bara atrið það sem hvert fólk að kíkja á það sem téður Liam Neeson mætir til þeirra og segir að núna ætla hann að fara að snúa sér að comedy og gamanleik. Já, ok. Og það er svo fyndið atriði, sko. Já.
það sem þeir eru svona allir, Dvergurinn með og Rikki og Steven eru hérna bara fyrir aftar skrifborðið og það sem hann heldur ræðuna af hverju hann sé fyndin og af hverju hann eigi að fara eitthvað og það er náttúrulega, og það er augljóslega grínið þannig að þetta gæti ekki verið fjarri sannleikanum. Nei, einmitt. Og það er hilarious, þetta atriði, sko. Og og þeir náttúrulega eru svona að reyna að breyka svona til að þetta sé hugsanlega kannski ekki besta hugmynd í heimi. Nei. Og svo líða nokkur ár. Já, og þá er hann orðið aðalnúmerið í einu stærstu svona bara gaman mynd seinni ára, sko. Já, og líka því að það hefur verið talað það einhvern veginn að sko gammyndir hafa eiginlega bara verið horfnar. Þetta bara var alveg hægt að gera grín í bíó, sko. Já. En þetta lofa góðu allavega, það greinilega svona eftirspurn eða fólk greinilega bara vill kannski eins og segir fá að hlæja bara í kæruleysi í friði, sko. Ég upplifði þetta, ég horfði á aðra mynd núna sem kannski mörguleiti svipuð en svaðaleg nostalgíu veisla og það framhaldið af Happy Gilmore með Amanda Sandler. Heyrðu, gott minnst á því ég ætla að nefna hana, sko. Af því að við vorum með hana, tókum hana fyrir í síðasta þætti og vorum með mikinn sérfræðingan Jón Þór sem skrifaði BR-ritgerð Adam Sandler í kvikmyndafræði. Já, vel gert. Já, og svo við vorum svona frekar sáttir. Ég var bara mjög ánægð með hana og Jón Þór náttúrulega mjög einlægur aðdáandi og bara ánægð með sinn mann. Oddur var eitthvað aðeins að malda í móin en svo ég bara búin að sjá út með allt Facebook bara þetta hljóti bara að vera lélegasta mynd í heimi og Sandler sé bara bjáni og sem kannski sko. En en mér fannst hún sko bara góð. Hún virkaði fyrir mig. Ég sammála því, sko. Það sem ég fannst svona einlægt og skemmtilegt í henni að þetta náttúrulega eitthvað skonar celebration og allt í góðu með það. En mér finnst alla Sandler frábær, sko. Hún með, það svo dásalegt við hann, sko, hvað hún kúk saman, sko, hvað þér finnst. Já. Og bara eins og af allu þessu, sko, ég fannst pínu silly, hverju vondikallin var, það var svona mikið, sko, pínu pyrrandi. En mér fannst senir hans æðislegir. Ég hló alltaf. Þeir varst með 4 gjössalega stjórnlausa trillta ofbeldisdrengi en samt svo æðislegir og þeir voru í því að vera með vesen og lemja hvern annan og mér fannst það bara að fyndi allan tíman. Og þetta og það allan og kannski að toga eitthvað svipað í mann eins og með Naked Gun. Þannig bara eitthvað svona skemmtilegt einfaldur í lís og bara takk fyrir það. Já, og svo nefnilega sko að því að framundan sko held ég það og fara kickstart aftur Scary Movie svo var að koma sko framhald af Spinal Tap hljómsveitarspúfinu sko. Já, okay. Og svo náttúrulega Mel Brooks 99 ára búin að boða nýja Spaceballs-mynd þannig að allavega þessi Naked Gun mynd með Liam Neeson hún allavega svona gefur alveg fyrirheitum að þeir geta rent svolítið svona bara bjartsýnir í þetta allir hinnir sko. Já, og líka Sander gerði stórmódel á Netflix með Happy Gilmore 2 sko. Já. Þannig að þetta það er kannski Þannig að þú ert að segja að þetta gæti orðið pínu pattur á bók sko. Já, þetta endar alltaf þannig sko. Já, ég ger það. En allavega sko ég veit maður mannst eftir feelingum í kringum þessar Naked Gun myndir. Það var hvað þetta var 1988 þá kom fyrsta sko. Já, og þeir bræður gerðu Aeroplane og Top Secret sem er náttúrulega legendary stöf sko. Æðislegt. Og þar fengum við einhvern veginn, ég veit ekki hvernig við orða það í dag, við fengum einhvern veginn að hafa einhvern svona ákveðna kategóriu bara í friði, sko. Hún var líka spúfið. Já, hún var líka ekkert að reyna að vera eitthvað annað en hún sko. Þarna voru sámaður fyrir sér að það hafi verið óbóðslega gaman á þessum handilsfundum, sko. Og mest alltaf bara látið flakka og tekið áfram, sko. Og svo tróðum við bara inn ykkur gríni og djóki og sumt var spúff og annað var svona reference og svo bara slapstick inn á milli. Þannig maður fann það hvað fólk hafði gaman sko. Já, og þetta virka allavega alveg 88 mjög vel og þetta er eiginlega þetta er ótrúlega svona, hún er alveg þessi nýja mynd er alveg einhvern veginn í þessum anda og það er náttúrulega sko brandarnir er bara algjörlega á færibandi, þetta er non-stop sko, bæði svona ég veit svona detta kúka á sig brandar og svo náttúrulega bara orðagrín er algjörlega óstöðandi og þetta er þannig sko að þú manst ekki einasta brandarirunni þegar þú ferð út á salnum
svo alltaf Pamela Anderson helviti þarna góð þarna, svolítið svona breytt en hún sem sagt segist sko að fara í háskóla í Los Angeles þá spyr hérna Liam Neeson, Frank Drebin Jr. UCLA, yes, every day I live there UCLA þetta allt einhvern veginn á þessum nótum sko. Allir það hafi verið þú segir þetta allir það hafi verið kannski ástæðan fyrir því að maður bara horfið svona ofta á þessar myndir því að gríni þess eðliska að sko grunnurinn í gríni raun og veru og hérna Aristoteles hérna pekkaði að snemma upp hana að grunnurinn væri surprise að það væri grunnurinn að húmor surprise, það kemur eitthvað óvart verður óvart þessna lærið og það eitthvað, þú veist, og þetta bara svo við sjáum og hvernig svo hvort sem það slapstick eða Ulrikur Dagsson eða eitthvað, þú veist, það eitthvað sem kemur óvart hann, þú veist, og þú hlærið þannig, en í þessu myndi maður horfði á þetta aftur og aftur og aftur sko. Og það kannski líka svo, hérna, Jakob Bjarnar félagi minn, hann hefur mikið tuðað hérna, hann líður svo illa í vókinu sko, vókheiminum og hann segir sko, þú veist, ef grínir orðið PC sko, þá þetta búin að taka út þetta element of surprise sko, og þá eiginlega drepa brandarann væntanlega sko. Og það kannski, þú veist, kannski hefur bara fólk verið eitthvað hrætt við að djóka síðustu ár sko, út af þessu andrúmi. En mér spæði sko Deadpool og Wolverine og svo þessari mynd líka einhvern. Þetta er alveg mjög meðvitað. Þetta gerir alveg grín að því að sko, þessi Frank Drebin Jr. sem þá sonur gamla, hann alveg hérna, hann svona mjög meðvitað að hann megi ekki segja sumt sko, segir það samt sko. Og hérna, þetta svona, þetta spilar líka inn á það, en þetta hérna, þetta kom mér eiginlega óvart hvað þetta var svona bara gaman sko. En svo erum við að sjá náttúrulega hvað trendið, ekki að missum kannski alveg þessu, en við erum að sjá náttúrulega trendið núna, það mjög hressilegt svona pushback, sko. Við sjáum að Dave Chappelle, við sjáum Gervais, við sjáum Bill Burr, við sjáum hérna menn það sem grínist á og konur líka það sem bara verið að horfa í augun á þessu. Ekki endilega kannski verið að, hérna, að slást heldur svona horfast í augu við bara herðu, svona þetta, sko. Og við megum og við getum og það þýðir ekki það með sagt að allt sé ónýtt sko. Þannig að hérna og það finnst mér mjög gaman að sjá og þetta eru stór nöfn sem eru svona að íta tilbaka. Já, og svona sennilega þetta það náttúrulega allt hvað sagði hann, Eiríkur Jónsson allt í lífinu leitar jafnvægi sko. Og þetta kemur í svona bylgjurhefingum en svo bara fannst mér bara svo gott að bara gleyma mér aðeins að hlæja bara þegar maður þarf ef maður hefur einhvern sko þurft á escapism að halda þá það í svona andrúmi eins og við lifum í núna og við náttúrulega alltaf að tala um þetta staklast á því sko maður kaldastir í spatt sko maður lífið, æskan fór svolítið í að hafa áhyggjur að hérna, maður myndi ekki vakna daginn eftir út af kjarnorkusprengjunni sko. Svo bara búið að vera bara ferlega næs bara 20-30 ár sem eru búin að vera slakur og heimverðin bara í ykkurum balans allt komið, ósangjant sko þurfa að taka þetta tvisvar sko. Sko. Ég svo sammála því að við fengum að upplifa svo fallega tíma sko. Við fengum að upplifa hérna Gorbachev og þessar breytingar og hvernig við sáum bara herðu, þetta bara færast í rétta átt og fengum bara hérna og 90s gengur tóti mikið út á það og þetta var svona bara svona herðu, þessi vitleysa bara að verða búin sko. Og núna erum við bara Eve of Fascism bara, og það líka þetta gerst og svona hratt sko. Sem þessi áminningum hvað þetta allt sko viðkvæmt þessi mannréttindi sem við tökum gefin sko. Hvað misti ég þráðin sko. Eins og þetta blasir við mér núna þá einmitt okkar kynslóð við verðumst verið sko hafa upplifað sko besta tímabil í mannkynssögunni hvað var það mannréttindi, málfrelsi og bara atomafrelsi þetta getur allt, það þetta kemur öll burt og mér væri í raun alveg sama sko, við erum í seinni hálfleik sko en svo var maður bara ég ungbætt sko og það það sem að eiginlega hræða mig núna sko hvaða heimur býður þeirra sko og það dótið hérna mér finnst pínu skeri sko að hérna að þegar ég var að vinna hjá Íslandsstofu og hérna og sem sett á stað eftir að ég hérna springur og það svona verið að segja fólki að koma ykkur og svona en svo svona fljótlega og ég fengið það að svona reyna að segja meira hverju við erum stór partur af því hverju við erum hérna
hvernig mannréttindi haldið á lofti hérna og svo framvegis og jafnrétti og annað slíkt og maður finnur fyrir einhvern svona stolti að við erum ekki með her og við friðsæl og svona og eitthvað bara partur af því sem við erum að vera á Íslandi sem bara hið bestamál. Það er dálítið skrítið núna að því að núna bara þessi helgi, núna erum við hérna á 50. að spjalla að maður hefur þá tilfinningar núna er að koma að gleðiganga eitthvað sem er bara partur af manni bara einhvern 2 áratugir eitthvað 20 ára alveg 25 ára þetta er bara þarna og bara svo sjálfsagt að maður skulle hugsa núna 2025 að þetta sé aldrei eins mikilvægt eins og einmitt í dag nákvæmlega hvað er það? Ég veit það, nefnilega það er dálítið bara og maður getur stundum séð sannleikan í því bara til þess að fara og hvernig líður mér sko og þetta er alveg honest tilfinning að núna skuli þetta er mikilvægstu punkt núna, 25 sem er líka að því að fyrir svona 10 árum sko 5 árum þá var þetta bara gaman þá voru allir að býða til gleðigöngunni alveg sama með kynhneigð eða aldur bara það voru allir með í þessu partí núna er þetta bara orðið svona hvað er að setja mikla pening í þetta hvað er þetta forréttinda og hópar eitthvað bara hvað er að og líka, má ekki hafa gaman bara hvað gerist ég náttúrulega fengum hérna og þess vegna þurfum við einmitt aldrei mikilvægt þannig að við tökum lúpunum tilbaka það sem við byrjuðum það er aldrei eins mikilvægt einmitt að halda húmór og gleði á lofti vegna þess að það sem ég er bara að vera að stúdera í mínum fræðum og búin að predika núna í einhverjum 2-3 ár að þú veist hvaða þetta gerir manni gott sko og andlega og allt við líka var allt saman það sem húmór og hlátur gerir manni alveg óbúslega mikið gott líkamlega alveg bara það losna bara hormón og þarna og það er kannski ekki skrítið einmitt eins og við bara endurtöngum það að myndir eins og Naked Gun og Happy Gilmore og svona það sem er bara það sem markmið er að láta þig hlæja markmið er ekki að láta þig hugsa mikið það er að láta þig hlæja sko. Og þú hlærð og þið líður vel sko. Nákvæmlega þannig að hérna, ég alltaf er búin að sjá hana og bara mæli eindrið með henni og þú þarft ekki að sjá hana til þess að mæla eindrið með henni ég fór næstuði á hana sko. Já, einmitt ég fór næstuði á hana sko. þetta snerist 2 myndir hérna, ég og eiginkonan þá sjaldan sem við fyrir í bíó og hérna þá voru hérna 20 sem við vorum að skoða annars verið mitt Naked Gun en hérna, svo hafði Petr og Pascal vinningin sko út af svollu með fullri vinningu fyrir Liam Neeson 73 ára hvað er að hann kannski þó hann sé take and töffarinn þá það er erfitt að hérna erfitt að eiga við þennan mann sko en að við sáum í 4 fregnum gömlu beikonar og hvernig hérna því að sko nú er ég náttúrulega mikill Marvel maður og hérna hef ekki komist á þessum mynd sko ég ætti náttúrulega að vera búin að sjá hana bara það er alltaf í einhverju barnastúsi og gamall og þreyttur en hérna en svona það sem ég séð úr henni það sko mér finnst þetta lofa mjög góðu svo erum við búin að vera að heyra svona úrtölurættir og einmitt Oddur var eitthvað þau sagði þetta væri ekki nógu gott og hvernig var hún? Sko það var alveg ágætis dómur á Vísi, það er ekki alltaf sem ég er það samanlegaðinum en hann var og sannarlega er áferðin mjög falleg, lukkið er mjög flott og þú ættir að fíla það alveg í ræmur við erum líka með hana fyrir utan Pascal effektir sem við getum kannski að diskutera hann er náttúrulega bara eitthvað annað þá er hún Vanessa Kirby pínu seinna 4 hana Já, sem að leikur konuna, hann leikur aðalgæðan og hann er svona tegjukall sem hann getur tekt sig og hún er ósýnilega konan. Já, og getur gert alls konar, haldið ykkur á loftu eitthvað hlutleis. Hún er bara óbáslega flott og styrnir af þessari stelpu og hérna alveg fætt til þess að vera fyrir framann myndavélina sko. Og hún á bara, mér finnst hún dálítið vera best hana. Ok, gott. Og hérna, svo eru hinnir, Stormurinn og Grjótkallinn og gera alveg sitt, sko. En ég skil gagnrýnina þannig að það er akkurat ekkert sem kemur þér óvart varðandi svona stóra plottið og gera og græja og Vondakallinn og allt þetta. Það er ekkert þar, sko. En
umgjörðin, leikurinn og allt það mjög gott sko. Það virkilega það þá líka bara framfærið, þetta náttúrulega sko, sporin hræða sko. það búið að gera nokkra atriðinur að Fantastic Four, að vísa aldrei undir sko, stjórn Marvel sko. En þetta bara hefur aldrei verið nógu gott sko. Það kom tvenna þarna sem var sko, Jessica Alba, uppáhaldið mitt var Sue Storm þar sko. Það voru ekki nógu góða myndir, svo kom eitthvað ennþá verra sem að 2015 eitthvað sem ég lagt í sko. Þannig að þetta alltaf, þetta Nei, það eins og alltaf og ég var ekki að spóila neinu en það alltaf upplýsingar sem koma í lokmyndana og þarna kemur að The Avengers will be back þau munu verða að koma aftur Fantastic Four koma aftur í einhverju Avengers mynd sem að því líst yfir að þetta lið sem koma aftur og þau eru að koma heim náttúrulega þá heim til Marvel sko, eftir að hafa verið í útlegðu Það mjög flott það sem ég gera þarna að því að núna eru mjög oft þegar fer eitthvað nýtt að stað þá eru menn að diskutera að fara í originið eða eitthvað annað eru á minni eitthvað eða að taka grunninn og að sjóða það saman það gert rosalega smekklega í þessari mynd virkilega smekklega og það tekur ekkert langan tíma hvernig þau gera það basically kemur myndin inn á 4 ára afmælinu þeirra, ég ekki að spoila neinu bara 4 ára afmælið og það farið eins og ég segir svona this is your life sjónvarpsþáttur eins og ég svoleiðis pæling það rifjað upp hvaðan þau koma og svoleiðis það mjög smekklegt og til eftirbreytni Thank God sko, ég veit ekki hvort ég geti sko fleiri origin stories sko það var bara að fá sko Spider-Man 2-3 sko alltaf byrja á byrjun Superman, hann sleppir því núna í þessari nýju mynd sem betur verð það þarf ekki að tyggja donni á okkur sko Nei, ég á eftir að sjá Superman og hún á listarum ég hef heyrt svona ágættisluti þetta alltaf var með svona einmitt það var ekki alveg nógu gott svona, DC alltaf bara aðeins skörinni neðar en Marvel sko en þessi Pedro Pascal sko hann alltaf út allt sko bara hann í öllu ég held að ég maður fyrst eftir að hafa síðan í Game of Thrones þegar tröllið Hafþór Július fóta á honum augunni eitthvað sprengdi á honum hausinn drappan bara, það var hræðilegt og svo var hann alltaf Mandalorian hann hefur sko fóta honum í Star Wars og var hann vondukall í Wonder Woman 2 og svo hann bara hann allt rosalegur í Narcos svo, já, það hann svona alvöru sko fullkomin casting þar maður wow. og svo náttúrulega hann á hann Last of Us með húðahár hún Ramsey-stelpan óbúslega flott og mjög efnileg flott leikona og með svona geggjað andlit sko og svona ykkur töfrar í henni hann það bara og ég veit ekki hvort að maður spoilar eitthvað það náttúrulega mjög frækt atriði náttúrulega í season 2 þegar Pascal tekur ekki mikið meira þátt og að því að eins og ég held ég sé mjög algengt á venjulegum heimilum og að það reyndi að vera með sameiginlegt áhorf og svo kannski ef að eitthvað bregður út af að það áttu þinn bébunga sko Jú Last of Us var í sameiginlegur áhorfi það stoppaði snarlega eftir þennan episode það sama sko, þetta season 2 hefur ekki verið klárað á mínu heimili Nei. Sko, hugsaði hvað það segir til powerið sko hann sko mjög gaman að því að stúdera þennan mann vegna þess að hann jú hann krossar svona dálítið á milli hann náttúrulega, þetta mikil kallmennska og hann með svona nostalgíska fegurð eða svona sjarma pínu Burt Reynolds svona klassískur sjarmi svagur sko á sama tíma þá eru flestir þessir svona harðhusar gegnum tíman að hafi verið svona allavega reynda stíla á það að vera harðhusar in real life sko hann akkurat öfugt systir hans trans og hann þreytist ekki við að halda mannréttindum á lofti Já, hann mjög öflugur í því og alveg einn af svona þeim sem hefur farið bara sko fulla ferð bara í J.K. Rowling bara út af sem undarlegu órum sem að vella upp úr hausnum á henni sko og hann óhrættur alveg að taka slaginn góðu megin, hann er góða liðinu sko það það virðist
hann óhrættur sko og fyrir mér hann bara ákveðin fyrirmynd að ég skal bara fúslega viðurkenna það að ég deili hans skoðunum á margan hátt og ég finn alveg þrýstingin eins og margir sko bara að segja og tjá mig og þú veist, bara, ég var að fara til Bandaríkjanna á daginn, skilur þú veist, bara hvað, og ég fór að segja eitthvað sko og það náttúrulega bara segir til hvar við erum sko en hann þarna bara og nota sitt star power, hann er frábær og ég held að þessi mennska sem hann að sýna ofan að það að vera geggjað leikari og vera með þessu útgeislun hún sé ekki að skemma fyrir honum. Nei, ekki með við allavega sko hvað hann sýnilegur og hvað hann eftirsóttur í mörgu sko og svo kannski líka náttúrulega Hollywood náttúrulega alltaf demokratist sko og náttúrulega mjög frjálslynd svona en þegar maður alltaf sé sko svo kannski bara virkar bara betur fyrir þetta lið sko þegar Trump drullar yfir það Trump eitthvað George Clooney eitthvað þriðja flokksleikari og glataður hespin eitthvað þetta náttúrulega bara heldur búst sko fyrir það náttúrulega einhver allslömmu geðveiki í kringum þennan mann náttúrulega þetta ótrúlega þetta náttúrulega bara rugl þú ert þannig með Narcos og Mandalorian og þú ert með Game of Thrones og þú ert með Last of Us og núna hann aðalgaurinn í Marvel þetta ekki lítið sem að gerast hjá þessu manni á svona stöðnu tíma algjörlega sko það eina sem að gæti þurft að ágjöra kannski svona overexposure sko þetta svona, en maður hugsa tilbaka sko, þetta líka bara það svona Harrison Ford kannski svona nærtækast að dæmi svona, hann var tvær stærstu hetjur ever, bara Han Solo og Indiana Jones á saman tíma það var alveg magnað sko, og alveg góður í öllu og var svolítið mikið sko, en þetta púlar þetta ekki hver sem sko. Nei, ég held að þetta er góður samabörður fyrst mér á honum vegna þess að hvað þegar Harrison Ford og Pascal sameiginlegt eru góðu leikarar það nefnilega kannski grunnur það hjálpa þetta til sko og þú ert alveg með nokkra Jason Statham-gauri þarna úti sem eru sami maðurinn sko og gera bara sitt og fæn og meðan þeir ekkert að reyna að fara út fyrir það þá erum við bara ánægð með það sko en við erum að sjá bara performanceið hjá Pascal eins og þeim í Last of Us og þú veist og bara hann reyndar hann á ekkert supermót fyrstu ef við bökkum aftur onni í myndina sko hann er ekkert eiga sinn engin stjörnuleikur í fjögur fræknum sko. Nei, hann ekkert svona ekkert alls ekki sko og þetta kemur alltaf niður á það sama af því að ég held að eins og ein gagnrýni sem kemur á fjögur fræknum það að það vantar personal development mín kenning svo að með betra TV í dag þá erum við orðin svo góðu vön og við erum vön því að fá meira og dýpra og eitthvað sko og svo þegar kvikmyndaformið 2-3 tímar það hleypir ekki í það sko og þegar við horfum á kvikmynd sem er yfir 2 tímar og við séum bara það er bara ekki nógu tími í development þá og við bara því að við erum fann að gera kröfu á það sko þannig að sko á meðan sjónvarpið er að gera rosalega góða hluti á marganhátt þá það að hafa mjög miklar sko, mjög mikil áhrif góða slæm á kveimiti sko. Já, það er líka svona sko, gæðakrafan er svona sko, færst frá bíómyndunum yfir á sjónvarpið það var alltaf, vissi alltaf bíó var alltaf sko bíó var bíó já, það var klass A sko og þú máttir vera eitthvað síðri þú mátti vera ódýrari leikara þú mátti vera með verra handrit og minna umstang sko. það var bara allt í lagi vegna þess að það var TV þetta er alveg, þetta er svona vísnumningur þetta er náttúrulega oft svona farið með þetta sögurskýringina, þetta byrja allt með Soprano sko, HBO svo er búin að fatta að þetta er lengra, þetta er Twin Peaks þetta er náttúrulega David Lynch sem kemur svona með svona bara bíómynda áherslunar í sjónvarp og þá getum við náttúrulega eigna okkur heiðurinn þegar Sigurjón Sighvatsson framleiddi Twin Peaks þannig að það er alltaf þetta byrjar alltaf á Íslandi sko það er mastir í því en það er mjög gott dæmi því er mikið áhugaði að diskutera gaman að því að pæla í sko TV versus movies í dag og við erum að sjá að það nánast finnst mér og þetta er default stilling ef þú ert með góða skáldsögu og þá er hún sett í 6-8 episode
og það náttúrulega bara mörguleiti bara alveg skiljalegt bara til að ná utan það hugsaum okkur eitthvað sem nánast óhugsandi hugsaður ef að þú hefur aldrei séð Shining og og það hefði aldrei verið gert neitt af þessu drasli sem hefur gert í kring og þá geggjum þessu hugsaður ef að núna myndi sama teimi og gerði fyrsta seasonu af True Detective myndu taka Shining í 8 þætti hvaða vista heldur að það yrði? Það rosalega svona, það svona mjög svona andleg, eða svona, þetta svona mjög svona sársaukafullt áhorf, sko. Það erfitt. Þetta bara mínu uppáhalsi, ég veit ekki hvað ég búin að lesa þessa sögu oft og sé alltaf eitthvað nýtt í henni, sko. En þetta bara mitt point og við erum að sjá það núna að það annar gaur hann úti sem að trilla hugi bæði hvernig á kalla og setur upp mannkruss og ótrúlegasta fólki eins og við mér að það er Jason Momoa og hann náttúrulega með verkefni núna sem fyrir ykkur mánu síðan hefði bara verið havaíska útgáfan af Dansar Úlfa og svona stór kvikmynd og frummálið notað og hann með, þetta rosalega flott hjá honum það sem hann að gera með Chief of War á Apple TV og ég búin að sjá fyrstu tvö episódin það á Apple TV við átturum alltaf að tala þetta þegar það fer svo lítið fyrir Apple TV þetta svo lang besta efnisveitan sko það hefur ekki, þeir hafa ekki framleitt vonda þátt eða vonda seríu sko það er góður standard þarna það nú lítið reyfin að þessu batteri það annað sko en það að gera rosalega gott mót og þessi sería ég og honum greiðlega svona passjónverkefni byggir á einhverju sönnu þar sem verið að sameina ættbálka á þessu svæði, Hawaii og Maui og þar áður en við komum og skemmum allt saman og þetta svo sem saga sem við sáum líka í Norður-Ameríku þegar Sitting Bull saminaði og annað slíkt það virðist allstaðar það sem Homo sapiens hefur átt heima þar eru menn í fullu starfi að drepa eitthvað annan og vera eftirsingar við mikið áherslu alltaf lögða við mikið í því og það var á þessum tíma þarna þetta á önbyrður 8. öld heldur þess að gerast og þarna eru þá tribes að drepa eitthvað annan fram og tilbaka af því að that's what we do þess vegna skiptu okkur í flokka og hópa og træpa til þess að geta nú haft eitthvað fyrir stafni nákvæmlega þannig að ég held að gangi út af það að hann sé að samina þetta ganga sameiginlega móinni við sjáum það alltaf allstæðar kringum okkur að vera með sameiginlega nóvin, það rosa töff það líka bara sko, okkur sem tegund mannkyninu bara mjög mikilvægt og svona nefnum sko Independence Day sko þá allir saminast mannkyn allt sko múslimar, kristnir, bandarækjumenn leiða náttúrulega sko en allir með sko en þá er óvinnurinn sko ennþá meiri outsider heldur en sko og við sjáum það einmitt kannski eins og í þegar við erum ógeðslega klárir í að fara tilbaka og í referensa að með Fantastic Four þá náttúrulega enn eitt slíkt náttúrulega, þá verða utan að koma til ógn og allir fara saman að búa til eitthvað og þau skilaboð eru náttúrulega bara ágætt sko, að verða að minna okkur á það að við erum bara korn og ein sko skitin spendir að tegum sko. Og erum öll eins þú veist, skiptir ekki máli með húðlitin eða hvað maður hugsar eða trúir eða kynnið, þetta er sama helgstjandin Momoa rosalega flottur hérna og dálítið gaman líka gaman að sjá að þetta basically allir meira nakti sko og það ekkert verra fyrir það sem hafa áhugast líka en þeir fóru ekki sama og Milner gerði með 300 þú veist, það er ekki allir með six-pack það sem menn fóru í ykkur mánaða búði sko, þannig menn eru svona meira natural og þar fáum við meðal að sjá að Momoa hann tekur leg day þegar hann æfir þannig að ég sé ekki svo tíðkast í Ameríkunni þar sem hann er að lifta efriskrokknum og svo fær hitt að vera til afgangs ég veit að er svolítið skrítið átt og það er og þar kemur líka við sögu þú sér fyrir þér svona Mária stemmingu þá bara veistu að Tomura Morrison er með og bara veist það er bara fyrirfram, þú getur veljað bara pöntunum mínum að það og hann og allavega í setni tíð þá var hann sjálfta skoðu gaurinn sko eða ekki sko en fyrir það sem þekki ekki þá náttúrulega hann kemur fram á sjónarsvið
einn svaðalegsti karakter sem við þekkjum í Once We Were Warriors af 1994 og hérna í Nýja-Sjálandi og hann raun og verið búin að vera að vinna síðan sko. Rosalega picturesk flottu gaur sko. Mjög. Þannig að hann þarna og svo gaman dálítið að lesa yfir leikaralistan í þessari seríu sko. Því að þetta þetta þeir sem eru að leika frumbyggja hana eru með þá tengingu og eru þaðan sko. Þannig að hérna og allt á frummálinu og hérna þannig að þetta mjög flott sería og einhver tíman í mitt hefði þetta orðið 2-3 tíma dansa úlfadæmi en núna er þetta tekið í 6-8 þætti. En hérna aðeins Momoa, hann væntanlega með skegg hérna í þessu þáttu. Já. Og hann er sannarlega með það. Ég held ég nú tók fyrst eftir að sá hann fyrst eins og kannski flestir í hérna Game of Thrones, hann Dothraki rosalegur. En svo hann er að leika nú í Dune 3 held ég og var að birta sér myndu aðeins skegg, hann þurfti að raka sig. Þetta er bara svona man-crush pæling sko, að því að við bara finnst ekkert varið í mannin skegglausan sko. Það hérna en hérna að þú ert ég tengi það mjög vel við þetta. Þetta er sjokk fyrir þig. Ég var aldrei verið neitt skotin í honum sko, ég er svona mín crush hafa verið Johnny Depp og Jude Law ungir sko. Ekki svona ef að kona mér minnist á það hugsanlega, að ég sé að fara að skera mitt skegg að þá er ég bara að nota undanfarin ár Jason Momoa sem reference. Já. Það er bara, og ég ger það reglulega. Getur eftir ímynda að því að sá þessar myndir hvort að þeim var ekki forvatað. Og þá bara því þurfti ekki að segja neitt. Nei, það er áhugavert samt hvað skeggi getur haft mikið að segja sko. Þetta er mjög einhvern veginn dramatískt dæmi með Jason Momoa. Sérstaklega, já. Og svo bara Tom Selleck, þegar maður sér myndir af Tom Selleck ekki með magnum mottuna sko. Þetta er bara einhver venjuleg maður. Þetta er bara einhver gaur bara og getur rekist á út í bónus eða bara eitthvað svona kall bara svo bara með skeggið og það ber ekkert allir yfarskegg. Það er náttúrulega ekki hverjum sem er gefið sko. Nei, en þetta er hérna ykkur tíma að tala að skeggi væri svona púsabró hjá kallmennum sko og kannski er það ykkur leiti sko. En hjá þeim sem þetta klæðir að þá er þetta svona rosalega mikið stór partur af karakterinu sko. Verður það sko. Og svo var svona pakk eins og DiCaprio og fleiri sem geta verið bæði sko, við tölum ekki þá. Nei. Heyrðu, já, ok, helviti erum við búin að vera duglegir, við erum búin að alveg bara, þetta er svona samfélagsleg greining sko, en talandi samfélag, bara svo ég gleymi því ekki, ég var náttúrulega líka í húmor, enn og aftur að circle back, að einn umtalaðasti og mest stildi kartún, teiknimynda þáttur sögunar, náttúrulega fór í loftið þegar ég var að heimsækja Ameríkufylki. Já, nú daginn bara. Já. Og náttúrulega að tala South Park. Já. Og hann bara svagaðalegt sko. Bara ótrúlegur þáttur og maður svona hóstar og hlátri yfir þessu. Þetta er bara gjörsamlega óttalöst í valdi pening og samningar sko, sem þeir kláruðu sko. Og ég sko núna er ég bara þannig að ég á rosalega erfitt með episodes og bíða og svona því að maður er bara orðin það spiltur sko og gott dæmi það er til dæmis munurinn af því sem við gerðum að voru að horfa á Game of Thrones því að sko þegar Game of Thrones kemur fyrst að þá ertu alltaf að bíða og kemur gatið og bíða vikutempóið sem við ólust upp við og svo komum við oft bara eitthvað ára á milli episóda og eitthvað, nei á milli sísona sko munurinn á því að horfa á þetta eftir þinni behag það er rosa mikill munur að svaka mikill munur og ég ætla að svo ég kom mér að málinu þá að þú veist að ég er búin að vera að bíða eftir þætti 2 í South Park skilur þannig að og hann er komin út sko og þeir halda áfram, þeir bæta bara í ef eitthvað er ekki, djöflast á Trump alveg og þetta er nefnilega eitt af því sem er að diskutera með húmor sko og fólk eins og Trump og Go sko það
þú veist, öskrað á hann og þetta bölsóta, sko, það er eitt, það er bara relax og þegiðu tilbaka, að gera grín og gera beitt grín það erfiðasta fyrir þetta lið. Það það lang erfiðasta að upplifa það sem vera að hlæja þér. Já, þeir þóla hans ekki að sé hlæja þeim. Þeir þóla það ekki og það sé spot on og actually fyndið. Skilurðu? Ég fannst óbærslega vænt það að sjá Joe Rogan, eins og hann hefur nú farið upp og niður, svo sem hjá manni, en að sjá Joe Rogan æpa og hlátri yfir South Park, þessum þætti. Það er ákveðin árangur, sko. Það er ákveðin mælikvarði. Það er ákveðin mælikvarði. En það er eitt líka, sko, já, það er náttúrulega þeim síður þessum bjánum eða að gera grínaðum, sko, en svo held ég að, ég hef ekki rannsakað þetta vísindalega, en mér sýnist að vera nokkuð, þeir eru náttúrulega, þetta er húmorslaust lið. Vondukallarnir í heiminum, þetta er ekki með húmor, sko. Þeim finnst ekkert fyndið, nema náttúrulega ykkur þá ógestlegur húmor sem gengur út á að gera grína einhverjum sem má sín minna, sko. Já. Þú sér þú fann eitthvað húmorvæp frá Netanyahu og Putin og Nei, það er sérstaklega ekki Putin, held að það sé alveg, sko. Það er svona lítið húmorvæp sem er í gangi þar, sko. En það samtæðinlega með Putin, það er náttúrulega samt í rauninni slapstick, sko, því að allir sem að Putin fer í fíluti, þetta alltaf út úr glugga. En það er ekkert, honum finnst það ekkert fyndið, það þarf bara að henda þeim út úr glugga. Það er eitthvað sem þarf að gera bara. Já. Heyrðu, rakið dæmi að þegar við erum komnir saman, gömlu kallanir, Gen-X, og þú benti mér á þetta, að kíkja á nokkra myndir sem eru 30 ára á árinu. Já. Sem kom í bíó 1995. Já. Og þú sendir mér nokkra titla og ég skoðaði meira. Þetta er náttúrulega svakalega mikið af góðum myndum. Og svona í minningunum fannst mér öll áfriðin vera svona, þegar maður var ungur, sko. Já. Það var rosalega mikið í gangi, sko. Ég fór, eftir ég sendi þetta á þig, þá fór ég að hugsa, er þetta svona 1990 moment? En það var 91, þarna það sem bara kom út svo mikið á ópóstlega góðri tónlist á örfáum vikum, sko. Já. Fyrsta Pearl Jam og Nirvana, Nevermind og besta plata með Red Hot Chili Peppers, Metallica svarta plata, það var bara fálega overload, það var svo overload og góðu stöffi sem kemur út þarna á stuttum tíma. Ég fór að pæli því þegar ég sendi þetta á þig og erum við að tala sko Heat og Seven og Casino og Usual Suspects og Braveheart, sko. Þetta er eitthvað smá sleggjur, sko. Og það er nefnilega svo þegar maður fyrir að skoða í kring þá er þetta alveg rétt, sko. Það voru bara á þessum tíma bara hellingar og sleggjum alltaf bara. Já. Og það er náttúrulega, sko, það sem við sjáum, sko, þarna er að sko, hann er óbúslega mikið gott stöff, eins og Heat, Seven og Usual Suspect, menn ef þú pæli bara í 100. Já, þetta er alltaf rosalega vel skrifað dót, sko. Rosalega vel skrifað og það er bara það er vöndun á því og við sjáum það núna að þau vorum að nota þetta sem eitthvað svona referens. Hvað þarf að gerast til þess að núna til þess að við stoppum aðeins við? Við erum að tala myndi eins og þetta Substance. Já. Færa okkur til að byrju, hvað gerist þarna? Já. Af því að það þarf eitthvað, þú veist, það sjokkeffekt eitthvað. Það þarf eitthvað svona brjálaði, sko. Já. Og annan dæmi sem ég finnst ágætt að taka að mynd sem að fá ágætisdóma og umfjöllun og það er myndin hann með hann Creed bóksarunum, mann ekki hvað heitir, hann The Sinners. Já, vampírumyndin Suðuríkja. Já. Og tónlistin geggjuð og allt ambíðsna svo leiðis. Svo því ég var búin að horfa á hana þá bara hvernig er þetta með betri myndum? Nei, ákveðat. Ég hugsa þetta sama. Hvernig er þetta með betri myndum? Já, þetta er bara svona lala mynd, sko. Aðeins betri en From Dusk Till Dawn en svona svipað fílingu. En ekkert meira það, sko. Nei. Og þannig fannst mér ég vera að upplifa eitthvað sem svona slapp til. Já. Þannig að, þú veist, ákveð gamalt format og svona aðeins annað tvist á það og eitthvað. Já. Og fæn, sem maður vill sjá, sko. Já. En svo bara ekkert meir.
Nei. Og þetta bara, þú talað þessar myndir Það út allt og bara, ennþá bara verið að tala það sem bara besta mynd þessa árs sko, og var orðið það árið var hálfuna sko. En þetta var bara svona einmitt, bara allt voðalega vel gert og allt það og ég er frá að hugsa sko að því að sko bara telur þetta upp sko Heat, Seven, Casino, Usual Suspects, Braveheart, 12 Monkeys, Toy Story, þetta er bara monumental sko og bara svona má alveg lengi telja sko fór ég spá sko, getur verið að þetta sé bara ekki af gott og þetta var þegar ég var ungur sko og maður fór maður svo allt í bíó og líka drasli sko, maður var bara tvisvar í bíó og viku eiginlega lámar sko en ég bara held að þetta sé ekki ég held að vandinn líka ekki hjá okkur sko þetta bara er ekki af gott stöf sko og ég veit ekki, hvort þessi samfélagsmiðlum að kenna eitthvað svona, það er svo auðvelt að hæpa allt einhvern veginn, ég bara allt svona, sinni sér ágætt dæmi þetta er einhvern veginn bara hæpað upp í drast hún bara stendur ekki undir því sko Nei. En sko Heat og Seven þær voru hæpaðar á sínum tíma stóð undir í þá og það stenda ennþá undir í dag Heat og Seven sko núna 2002 eru betur en flesta myndir sem að koma í bíó í dag sko miklu betri sko. Þetta eru bara minnisvarðar þetta er bara minnisvarðar í kvikmyndarsögunni og ekki minni það og þú veist þú ert alltaf að fara að taka óvænt tvist í lokin þú ert alltaf meðvitað eða ómeðvitað að fara með það við eina aðra myndin sem er Usual Suspects þú veist eins og átt að gera það sko að fá þennan bara nei, wow skilur þetta í restina sko þú veist og líka þú veist gerir sumpartin í Seven Heat allt þú veist það meira en sko við hljómum öruglega eins og fólki sem jafnaldrar mínir sem voru að tala um tónlistardagskrana á þjóðatíð sko og skilur og allt er góðu en svo maður bara ég er samt á því að þeir sem eru honest og diskutera sjónvarp og kvikmyndir og eins og tónlist og eru honestly maður kann að meta það sem er gott sko það sem er að gera gott í dag kann að líka meta en það er bara aðra áherslur og það er önnur gæði við erum að sjá rosalega mikið af góðu stöffi í sjónvarpinu virkilega og meiri peningar þar og betri leikarar og betra stöf þannig að kannski það er að hafa áhrif sko og það er líka þetta eins og þessi óþolinmæði okkar gagnvart því að fá ekki betri persónusköpun og svona þetta er mengun frá sjónvarpi er bara þannig Nei, ég fór líka svona spá sko hvort að ég væri svona með aldrin bara að missa svona hæfileika til að hrífa sko það maður var alltaf bara alltaf eftir þegar ég sá Reservoir Dogs hérna í Regnboganum áspyrjun 93 sko og maður kom bara út og bara vá, hvað var í gangi og Seven maður var alltaf bara gapandi og bara alltaf og ég fæ þessa tilfinningu eiginlega bara aldrei og hæpa ykkur að myndu upp og ég kem ekkert út bara sko, hvað er að þetta ég held að það væri kannski lagi hjá mér en ég held bara maður er kannski bara alin upp á okkur degur tímum sko og bara er góðu vanur sko ekki það fullt af góðu stöf í gangi en ég vil að mér vantar þetta svona bara að finnast bara eitthvað bara breytast í lífi mínu bara En það sem við lendum alltaf, förum alltaf tilbaka í er það að hvað handrit og saga skiptir opbóðslega miklu máli og alla þessar myndir eiga það sameiginlegt og að því að sko við sjáum alveg og kannski við getum tekið dæmi bara eins og með framhaldið af Avatar þessu visual listaverk og allt rosa flott og svona og svo bara en svo þú sér hana og upplifir hana en svo er ekkert annað það er ekkert svona sem færi til þess að hugsa eitthvað meira, þú sást bara eitthvað svona flott listaverk þannig sér en það er svo ekkert meira sko og persónurnar eru bara svona eitthvað svona bara cardboards, bara fulltrúar eitthvað svo þeir eru alveg sama eitthvað og við erum að sjá líka núna fyrst með eins og mjög svona gott dæmi þátt sem getur mjög gott móta á Netflix The Untamed mér finnst þegar ég fjarlægast hann aðeins hann er drasl sko málið er að það sem mætir þegar þú byrjar þegar þú kemur er óbóðslega flott náttúra sem verður til þess að þú ert bara skilurðu
Svo þegar þú ferð þarna, svo fer þetta rúlla af stað og þú ert enda bara komin aðeins inn í fyrsta þáttu, áttaði á því að þeir tóku Pedro Pascal og Last of Us og sögðu við Erik Bana, vertu hann. Við ætlum að gera skeggið þetta eins, við ætlum að gera fötiðin eins og attitútið og hvernig þú ert og allt við þig, karakterinn, við ætlum að hafa þið eins og hann í Last of Us. Af því að hann er ógeðslega töff og þú verður eins, ok, til í það. Og svo fer þetta stað. Og svo plottið og sögu, hvernig saga fer áfram og hvernig ótrúlegast að fólk allt í einu mætt á einhverjum tímum, þetta er svo lélegt. Þetta er svo lélegt. En það er samt ekki að stöðva fólk til þess að bara nei, einmitt þetta, ég stökk á þetta er svo mikið gegnumstreymi á Netflix að við áttur tölum stundum að við hljótum að vera bara að missa af ykkur, það fer bara alveg fram hjá manni sko. En Facebook Bergmannsvættirinn minn, hann tilkynnti mér það að þetta væri bara next level gott stöf sko. Þannig að ég kíkti á þetta og ég var alveg ánægður sko og ég líkti við fyrsta síðan True Detective fyrst, þetta er svona eitthvað svona óþægileg creepy stemning og rosalega mikið af svona vondu fólki en svo dettur einhvern veginn alveg botnin úr þessu og samt, þú sér að sagt Erik Bana að verið svo Pedro Pascal, hann myndi mér svo Balta. Ég svo alltaf Baltasar Kormák, hann er svo Balti þannig að sem er náttúrulega sko, mjög flott sko, því að Balti er náttúrulega mjög töff sko, þannig að ég mista þessum Pedro Pascal punktir sko. En svo er svona fyrirsjáleiki Sam Neill þarna, ég búin að dyrka hann mann bara síðan sko 1982 þegar hann var Riley Ace of Spice á RÚV sko, og bara alltaf góður. En svo bara, þetta er, ég kalli þetta SVU-lógikina sko, Law and Order Special Unit sem ég horfði mikið á, alltaf á, ef það kemur frægur aukalegari, þá veist hann morgingin. Það er alveg bara, það er ekkert, það er kallað til bara eitthvað fínt fólk og það er aldrei verið að fá alvöru nöfnlis að leika bara eitthvað. Það er alltaf bara aðal, múndi eitthvað. Og þá var ég fór spátt, hvað ætli Sam Neill sé þarna? Og þá, hann ætlaði löggustjórinn þarna eitthvað, sko. Kemur jafn mikið óvart eins og Sean Bean Dare, sko. Já, þetta er mitt, þetta var alveg það, sko. Já, þetta var alveg það, sko, bara í fyrsta þætti, sko. Já, og þá líka, hvað var þetta 10 þættir eða 8? Já, og ég man, sko, allavega, mér fannst bara, þegar það var 1 þáttur eftir, þá sagan er búin, sko. En Sam Neill er ekki mundi. Og svo náttúrulega bara kom svona bara auka framhald einhvern veginn, eða svona teygðurlopi, þetta er svolítið mikið teygðurlopi sko. Já, og ég kannski bara það skal vera sangjarn og að því að miða við dótið sem er að núti, þá er kannski ef að þetta er drasl þá er annað eitthvað verða en eins og bara með Sinners, þá er þetta ekki að standa undir því hæpinu, sko. Að vera eitthvað stórkostlegt. En þarna er sannarlega þarna er settingið að gera helling fyrir þig. Óbúslega vel fyrir. Og það er kannski bara enn og aftur ef við förum á myndir sem varum að ræða á það, sko. Það er það sem gerist til dæmis með og raun og veru mikið til bjargar fjögur fræknu, sko. Það er hvað setupið og lookið og allt er óbúslega flott, sko. Svo er þetta þunnu 13. En það gerir rosa mikið fyrir bíómyndir. Óbúslega mikið. Og þannig upplifið ég þetta unteimt dæmi. Já, þetta var svona bara vonbrigði náttúrulega þegar að búið að tilkynna manni það að þetta sé geggjað sko. Og svona svo samt að sem að tekur marka á netinu. Já. Og það sem ég varst jákvæðast við að hafa hort á þetta var svona, ok, þetta er allavega ekki season 2, þetta er saga, hún er búin. Og bara sem betur svo maður farin að sjá eitthvað vangaveltur sko. Það er alveg, það er opið, við getum alveg haldið áfram að fylgjast með þessum manni sem er ekki bara leikur í einhverjum nýjum ævintýrum, bara svona please sko. En það er náttúrulega áherslunar hjá Netflix, það er ráða þessu náttúrulega bara, ef þetta er að gera gott mót, þá það er pínu, við erum að sjá þetta rosalega, fyrst mér stundum oft, einmitt þess að vera að ræða að þú tekur skálsögu, tekur verkið og það er rúmast í 6-8 þætti og í mitt ef það vel gengur og þá er bara fengið teimi og það er skrifað, þú tekur handristeimið sem tók bókina og svo bara skrifar eitthvað áfram stundum gengur það en ofsloft gengur það ekki og það verður til mig
Ég á ekki von á því til dæmis með Chief of War með honum Momoa vinn okkar sem verið að taka eitthvað svona ákveðin historik hlut og búa til einhverja myndum hann að það verði Chief of War Part 2 ég á ekki von á því það er mjög sérstakt og ég held að þetta verði bara sagasögð og takk Já, býttu samt Nei, þetta er svo Shogun sem var held ég á Disney Plus í fyrra 10 þættir, geggjastöf byggt á skáldsögu, allt liggur fyrir til önnur sería 10 þáttaserja með Richard Chamberlain frá því við vorum krakkar og það var bara lýst yfir bara, þetta er bara one-off, þetta er bara þetta svo náttúrulega er þetta svo ógeðslega vinsælt og það er byrjað, þú veist, þeir eru byrjað að vinna í framhaldi, sko sagan er sögð, sko hún er sögð, sko en þetta er ákveðið duality vegna þess að sko þetta er svona með svona Shogun er einmitt bara þessi nýja típa mér finnst hún svo flott mér finnst hún svo einhvern veginn svo sönn og vel gerð og það er frummálið og annars og þannig að það er svo sem ekki skríti kannski að fólk bara, þetta er TV maður þetta er bara True Detective Season 1 TV, þetta er bara svona TV sem ég vil horfa á þú veist, bring me more skilur en svo sem maður skilur það sko og allar að láta verða því eða allar að finna þar að sögur sko. það liggur efinn á vandin Nei, en þetta ár 95 sko Þú veist, Jumanji er þarna og Leaving Las Vegas þegar mann fannst frábær hugmynd að drekka sig í hel þarna eins og Nicolas Cage sko. Svo er þetta samt svolítið svona Usual Suspect sko, náttúrulega Mel Gibson var þarna með sitt Braveheart og svo var önnur svona eiginlega einsmynd, það var Rob Roy það var Liam Neeson frelsisetja hann er lúpputóll djöfull er við góðir alltaf að tengja við erum að tengja í sko upphafsefnið sko þetta er snill sko og svo talandi það líka í glemdin áðan sko Usual Suspects og Seven Kevin Spacey frábær í báðum alltaf kansilerar í drasl núna sko en hann alltaf var alveg magnaður og í Seven sko hann náttúrulega vildi ekki vera á kreditlistanum sko og ég mann sem ég sá Seven í bíó þetta er náttúrulega alveg komið fram með mynd þegar hann gefur sér fram, John Doe það er rétt og bara, fuck it, Kevin Spacey what? Bara eiginlega sko bústar upp sko powerið í þessum karakter að hann bara dúkkaði hann upp bara, alblóður og ógislegur Manstu eftir því sko, þetta er svolítið skemmtilegt að þegar Braveheart kemur út, þá kemur Rob Roy út Manstu svo eftir því að þetta er nefnilega ekki einstakt sko. Að því að við erum að tala þegar Tombstone kemur. Með vin okkar honum Kurt Russell og Val Kilmer náttúrulega. Val Kilmer æðislegur. Og þá kemur Wyatt Earp á sama tíma. Kevin Costner með rosalega langlóku sko og náttúrulega alveg bara því vestra gæi eftir náttúrulega Dances with Wolves sko. Og hann tapaði náttúrulega algjörlega fyrir Kurtarann og þarna er bara þetta gerðist doldið á okkar tíma það sem voru bara meira bíó það menn fengu sömu hugmyndina og svo bara bakkaði enginn nei. Og menn fóru á doldið og svona þetta gerðist bara í minningunni er þetta eitthvað meira sko já alveg svo kábótamyndir sem kom hann að svipuðum tíma og það var bara það var fór eitthvað svona stað sko það er einmitt eitt sem að þetta triggara í mér sko ég ætla nú að tala þetta fyrir löngu síðan það er 1989 þá kom The Abyss James Cameron sem að ég er alltaf að heyra fólk tala hana, hún sé svo frábær og eitthvað, maður verður að komast í Blu-ray eitthvað extended version bla bla sko ég fór með genginu mínu, eitthvað voru við 89, 18 ára eitthvað svo fannst þetta svo leiðileg mynd drepleiðileg og þá voru við sko koma að sjá sko mynd eftir höfund Aliens og Terminator bara, þetta er snillingur maður og það var svona eitthvað svona visual stunner eitthvað, vatn var eitthvað svona lifna, hann er alltaf, kameran er alltaf í þessu alltaf rosalega eitthvað groundbreaking brellur eitthvað dót sko nema við kölluðum hana kúkapiss þessa mynd sko sem eru bara orðið núna bara svo þessi bara eitthvað meistaraverk sko ég er búin að kaupa hana á Blu-ray sko, ég hef ekki nefnt að kíkja á hvort að ég hafi verið svona ópastlega heimskur úlingur
Nema að þetta sama ár, þá kom líka Leviathan sem var eitthvað svona hryllingur með honum, var ekki Robocop, Peter Weller og Deep Star 6 sem algjört drasl, sko, en ég var að horfa á hann daginn og skemmt mér konunglega, algjört rusl, en það var svona þrjár onni sjómyndir á sama árinu, sko. Þetta alveg geggjað, sko, og já, nákvæmlega. Já, mann þetta þessu tíma, koma þessar 3 ár. Já, þessu kippur, sko. Já, og bara sama hugmyndin, kemur það. Og svo náttúrulega samt þetta, sko, Tombstone versus, sko, Wyatt Earp, hans kemingskostnir er náttúrulega svona kemingkostnir, svona episk og náttúrulega í rauninu miklu, sko, betri, þú veist, mynd, handritið og verið að rekja eitthvað neginn miklu dýbri sögu, Wyatt Earp og allt það. Sannari. Já, og sko, og Tombstone náttúrulega bara framlistan náttúrulega bara gekk hræðilega á, náttúrulega bara Kurt Russell bara stígur inn og bara bjargar þessari mynd, sko. Og svo Dennis Quaid, hann leikur Doc Holliday hérna móti Kevin Costner, alveg fínn og allt það. Það bara Val Kilmer, hann bara drepur, þú veist, leiðilegt fyrir Dennis Quaid, sko, að vera að hósta upp blóðið og vera óslega berglaveikur, sko, það bara hinn er bara algjörlega búin að óna þetta. Sorry, hver áttu að vera fyrir Kurt Russell? Kemur hann á seinna stigum inn í Tombstone? Nei, hann sko, sem sagt, hann tekur yfir leikstjórnina, sko. Já, ok. Þannig að handritshöfundurinn, gaurinn sem skrifar handrita Tombstone sem var það gott að það seldi þessum, sko, Kilmer og að þessi gæjar mætt út að handrita það svo gott. Já. Kunni ekki að búa til bíó, var bara lélegur, þannig að bara eftir einhverja x-marka tökut að það var hann rekinn. Já. Og þá sem sagt sóttur hann þessi George P. Cosmatos sem var leikstýri First Blood 2 og hann beiglinn sem bara skuggaleikstýri Kurt Russell bara hann stjórnaði öllu, hann tók yfir bara. Já, ok. En vildi ekkert kredit og sem sín alltaf besta dæmi hvað Kurt Russell sko stór maður að hann rýrði sinn hlut og Wyatt Earp í myndinni og ýtti sko að því hann Kilmer var svo frábær að hann er stjarnan, hann er komið með sko alla stjórnatöfumana og hann bara lætur bara leifir Kilmer bara að sjæna sko. Okay. Good call, sko, Val Kilmer er náttúrulega það besta við þessa mynd sem er samtalið. Hann hefur bara spottað þetta sem bara herrið þig. Já, bara á egoið ekki sko fyrirferða meir en það að hann dreifur sér bara hlýða. En þetta voru þetta eins og ég bara að lesa okkur bók bara daginn sko katastrófunum við gerðum þessar myndar en þetta voru þá bara Kurt Russell og Val Kilmer og hverju kvöldi bara flönuðu tökur næsta dags og bara réðu þessu bara. Já. Og Kúrtarinn bara sagði þessi vinnur okkar Tango and Cash sko, Sly og Kurt leikið saman sko og Kurt Russell myndi eftir að þessi Cosmatos hafi gert sko Cobra og Rambo 2 og hann ringir í Sly og er þetta ekki maðurinn sko getur gefið þér náttúrulega Sly náttúrulega leikstýrið þessu tveimur myndum sko þó að George Cosmatos skrifaði fyrir þeim sko og Kurt hafi sagt í þennan Cosmatos að bara, þetta er bara svona, ég ræði þessu og þú fær krediti, ég skal ekki segja neitt um þetta með þú út á lífi. Já. Og hann er einhver döður, Fylgir sögunni, þú búin bara að slúða þessa mynd, vel, hvaðan bolladæmið kemur? Það sem hann er að ringsnúa bollanum, var það þetta skrifað inn? Nei, ég man ekki hvort að þetta var, ég held að það sé ekki til söguleg dæmi þetta sko, en ég held að þetta sem var ákveðið að þannig geti Doc Holliday gert lítið úr Johnny Ringo sko. En svo var sko Kilmer, hann var alltaf með bollan að æfa sig og svo var hann svona fiffað sko, það var eitthvað svona ballest í bollanum sko, til þess að en hann gerði þetta og komið fram að þetta var ein taka þetta sem við sjáum í myndinni, það er bara hyggstalaust bara fíblagangur með bollan sko. Hugsaðir að í vestra í þessum í byssuðu bardaða vestra þá er þetta svona eitt eftirminnast atriði, það er að vera að ringsnúa með bolla á puttunum sko. Já, og þetta var svona gamalt svona desilítra mál eins og var hann í eldhúsi og ömmu sko, svona málm bolli svona sko, mjög spes Doc Holliday var alltaf svona þjálfu fyllibita, þess að hann var með sko ferðast með sín búsáhöld sko, þetta var ekki glasa barnum sko. Nei. En mann fannst þetta alltaf skrítið þegar maður sá þetta þarna eitthvað réttur títur en svo var ég að horfa á hann aftur daginn og þetta verið náttúrulega dissa matsjóin alveg í drasl sko með því að flexa bollanum versus bissan sko
sem við talaðum það, ég var að kaupa mér daginn á DVD eða Blu-ray, ég er ekki búin að horfa Director's Cut sko, við erum nýbúin að horfa á Tombstone aftur sko, þá sagði ég byrja það til Director's Cut sko. Já, ég var ekki en ég meina, ég hef aldrei hort aftur á Viaduct með Kevin Costner. Nei, endilega óþarfi. Já, heyrðu, talandi Kevin Costner 1995, þá trommaði hann upp með Waterworld, sem er náttúrulega eitt stærsti bömmir kvikmyndasöguna sennilega bara, það var rosalega dýrmynd. Já. Og gerði ekki neitt. Það var náttúrulega var diskoteratóldið náttúrulega og mikið búið dokumentur að pæla í Dansari Úlfa sem tengist þessu og og gerð svona mikil hetjusaga úr því hvernig hann átt að hafa gengið á milli allra og allir á mótunum og ekkert gekk upp og hann var maðurinn í þessu öllu. Hann var náttúrulega myndið frá aðtölu sko, og hafði mikið með það að segja hvernig allt var og sagan segir svo að allavega var svo þeirri sögu haldið á lofti að það hafi myndast alveg óbúslega mikil óvild skástrik, öfund og gremja út af velgengni Dansari Úlfa. Já. Að þarna var mikið af sko alvöru fólki sem var búið að segja herðu vinur, þetta bara gleymdu þessu. Já. Og svo sem var það ekki. Nei. Og svo myndast eitthvað ástand eftir það og maður spyr sig sko hvort þú veist hafði það þessi áhrif að því að svona post-apocalyptic gerist í vatni sko. Þú veist, hljómar ekkert eins og versta hugmyndin þannig séð, sko. Nei. Ef þú ekki gerir það, þú veist. Pizzið hefur hljómað mjög vel, sko. Já, pizzið, nákvæmlega. Ég held að það hafi verið fínasta pizz, sko. Já, samt, fyndi minn, sko, á heimurinn allar að kafa í vatni og vondukallandinn alltaf. Dennis Hopper, látum hann leiða vondukallana. Og þeir alltaf að reykja og heita smokers. Og svo alltaf að byrja, hvað ræktu þeir þetta helvitis tóbak? Já, en ég veit ekki, það líka samt þetta með að sko slá svona óvænt í hann alltaf rústaði Óskarsverðlauna afhendingunni með Dances with Wolves. Það fær alltaf blank og tjekka og það ótrúlega algeitt að þá kemur með eitthvað ógeðslega dýrt flopp strax á eftir sko. Já. Michael Cimino alltaf besta dæmi sem alltaf gerir Deer Hunter og fekk bara allan peningi heiminn til að gera Heaven's Gate vestri sem bara svona þjáning að horfa á sko. Já. Svo gerði hann ekkert í 20-30 ár sko. Passa að sjá þessu. En það já, og svo náttúrulega er kannski svona þekktasta fjútið núna er stjarna sem maður er búin að vera að flökta með, þú veist, finnast margt gott og annað ekki, ég held að setja þetta að missa sig, það er Taylor Sheridan og og er alveg tvær útgáfar af því hvað gerðist með Yellowstone, því að það er náttúrulega hvernig sem þú horfir á það, þá ertu að taka eitthvað óbóðslega successful dót og klúðra því al big time. Monumentally, já. Monumental klúður og þeir benda náttúrulega á hvern annan sko. Kevin Costner og Taylor Sheridan, já. En Sheridan er náttúrulega ég sjá það sko hvenar hefði ég verið að segja við mig að svona eitthvað olíudrama í Texas með Billy Bob Thornton að ég myndi gefast upp á því þá þarftu þá þarf það að vera vont sko. Það sem er að gerast þar ég veit ekki hvað er að gerast í haustnum á Sheridan. Það er bara þetta landmann. Já, landmann. Mjög skrítið. Það er mjög skrítið. Já. Og hvernig hann er svona hvernig hann er að tróða inn svona, þú veist, vertu sexy og með flotta konu og kallarfliðis, en það er svo þvingað inn það sem hann er að gera þar, það er bara svona, það er bara kjánalegt sko. Já, og líka einmitt konurnar sérstaklega sko, eigin konar fyrirhandi hans Billy Bob og dóttirinn, það er einhvern veginn, þær eru bara sexy, sko Beth og þessar típur sem eru í Yellowstone, það eru alvöru persónu sko, alvöru konur sko, Beth er bara einn besta persóna sem hefur komið fram í sjónvarpi bara, ég veit ekki síðan hvenær. Hvernig klúðar eru í Yellowstone? Já, ég veit ekki, skrænilega með því sko. Sterkir, flottir karakterar, krúið á ransinum og náttúrulega og okkar maður the ultimate silent type bara mesta erki þannig típa bara í áratugi. Já, maðurinn hennar Beth, hvað er það? Já. Og hann liggur við að kostni sér bara svona, hann þarf að vera það sem hausinn sko. Svo með svona flott galleri sko. Rosalega vel skipað og nei, ég náttúrulega það kemur hann eitthvað upp á og ég tók strax afstöðu sko
með Sheridan á móti Kevin Costner innbyggði fordómar og ég ofta átt erfitt með Kevin Costner svo svona ég alltaf hallast að því að sennilega Taylor Sheridan hálfviti sko Já, það alltaf verða Já, líka sko og þá líka ég náttúrulega það ekki fyrir í síðustu serinu að seinni hluta síðustu serinu á Yellowstone það líka, þá þurfti ég bara að kynkja að hversu sko mikilvægur Kevin Costner var sko og hans persóna sko, John Dutton því að ég var náttúrulega bara með Beth og gæjan hennar og allt þetta líf á heilanum sko og svo líka þú veist sko þú finnur leiðir þú veist Kevin Costner en ég upptökin ég ætla að fara að gera alveg episkan 4 bíómynda vestra floppara sko já þið vinnir náttúrulega í kringum þetta sko en það náttúrulega bara kemur náttúrulega bara eitthvað bara bull í restina sko og svo líka fannst mér áberandi í því sko þá fyrir hann að vera svo áberandi sjálfur Taylor Sheridan sem er svona mjög vel massaður og finnst hann sjálfur vera ógeðslega sexy sko, þá var eitthvað svona hliðarpersóna sem hann leikur og hann svolítið mikill aðal gæinn sko. Já, hann var hann að mæta hann mismunandi lítið klæddur sko og já, þarna fór að koma til ljós er ákveðið egodettin og svo er náttúrulega annað dæmi það sem fyrra sísoni er ágætt, það eru hvað heitir hún stelpan sem var í Avatar Já, svo er ekki svo í saldina? Nei. Er ekki hún? Já, Lioness Já, Lioness serían fyrsta serían er aðskoti fín sko, bara spennandi og skemmtileg og svo er og Taylor Sheridan með puttana sko og svo senundar þar sem hann er að koma nimmitt í aðalhutverk sko, þú veist, þá ertu bara þarna ertu bara komið með raun og veru Rambo 2 sko þú ert komið þannig stemmingu allt inn í svona sæmilega flottan þátt sko Já, svona geopolítist spennu hasar drama sko og þannig verður bara eitthvað svona trillingur sko og svo bara hvernig hann er búin að vera með landmann og þannig að ég er bara nákvæmlega með þetta Tóti, ég er svona tilbúin að horfa á Costner og eins og þú ert vinur en ég er svona the evidence bara svona is stacking up sko. Já og svo líka fyndi sko því að hann ætlar ennþá að vinna í einhverju spin-offum á Yellowstone og ég held að 1944 og þar held ég hann sé búin að landa Kurt Russell í aðalhutverk sko og þá er talað að það er Taylor Sheridan að gefa Kevin Costner fingurinn með því að sækja Wyatt Earp sem að vann hans Wyatt Earp sko. þetta risti það djúpt sko en sko svo það er gott vist en hann ég held að þessi gæi ég held að hann sé svona fjár út sko en hann byrjaði rosalega vel með Tulsa King líka með Stallone sko svo fannst mér 1923 er bara I love it sko æðislega sko en svona ég held að hvort þetta sé velgengnið eða hvort að í grunninn hafa hann alltaf verið dick sko, þetta er eitthvað neginn atriðin í Afríku í 23 hvað þau eru skemmtileg bara old school þau tvö trúir, kemistrían og allt þetta og bara svona það liggur við að ég hafa verið andvarpar jafn hátt og konan sko. Ég veit ekki þetta var svo velgert og svo náttúrulega það sem er að undar líka og verður til þess að maður fann að horfa á Sheridan sem bara takk fyrir þig vinur er 1884 sko 1883 það sem hún stelpa er frábær og svo sería ógeðslega flott sko hann er náttúrulega sótti náttúrulega hann Sam Elliott sem náttúrulega bara aðal gæinn sko nei, þetta er náttúrulega hann er náttúrulega alltaf að gera vestra og vestra verða alltaf þreytt koncept á okkur tíma en þetta virkar og svo líka fæst mér að hafa gert þetta mjög vel ég myndi kannski ekki segja að þetta sé meistaraleg upphafning eitrara kallmennsku en þetta er alltaf svona þetta er kallmennsku einhvern veginn upphafning alltaf sko sem getur verið mjög töff en fjarar einhvern veginn út sko Mér finnst 23 mjög gott stöf að mörgu leiti, hann er að snerta á kaþólsku kirkjunni og geðinu þar, hann er að snerta á stöðunni á frumbyggjum Ameríku, við veist hann gera það vel og það og það er en svo hafi dóttir einhver titlingur bara ef ég orða þannig bara eins og hafi eitthvað svona dæmi kinkað inn sko hann kann alveg að skrifa og Já, hann har alveg sýnt það og náttúrulega 1923 sko, það allavega mér þótt svo vænt
Spencer og Alex sko og ég þjáðist bara í biðinni milli sísona, alltaf kom hér í verkfalli sko og þarna þeir hittast þarna í restina sko ég hef sagt frá í áðurina ég fór að hága á það bara, Dóra var eitthvað fram eitthvað og bara kom bara, hvað að? Spencer var að finna þetta var svo húkjastlega fallegt og ég bölvaði Sheridan einmitt, ég var bara með þér annars sko. Það var illa gert og hvernig hann kláraði þetta þeim tveimur það var dick move sko bara haltu kjafti sko. leiðuðu mér aðeins já, líka því að þetta var einhvern veginn elskendur sem voru alltaf einhvern veginn aðskilin og sko var þetta býða sko allt verkfalli eftir að þau næðu saman svo hélt maður að það myndi sko sér að tvö myndi byrja á því, nei, þá var það náttúrulega í síðasta þættinu sko, þetta var orðið gott sko og það einmitt kemur sko þegar kemur að ástinni og romantikinni og þegar hún dettur inn þegar þú ert með kemistríu ég veit ekki hvort að þessum tveimur leikurum líka við hvort annað í hugmyndu það en kemistrían hjá þessum krökkum á skjánum er svo æðisleg og þá ertu bara keyptur þá ertu bara með og þá fer þetta skipta þig máli og það er dásamleg það besta þá farið kikki sko það er galdurinn og svo hitt náttúrulega bara Harrison Ford og Helen Mirren náttúrulega bara geggjuð og svo líka fannst mér svona Timothy Dalton sko hann var svo vondukall og svo Joffrey í Game of Thrones hatar hann og var ekki hægt að drepa hann nógu mikið sko en talandi það maður ég var að klára bara í gær að horfa á datt í mig horfa á The Mosquito Coast maður stöður henni þetta mann var eftir henni og mann eftir Harrison Ford sko bilaður uppfinningamæður sem flyttum með fjölskylduna frá Bandaríkjunum djúpt inn í eitthvað frumskó Helen Mirren leikur konuna Helen Mirren mamman þannig að þau hafa leikið saman áður sko Harrison Ford og Helen Mirren sko ég gæti hugsanlega teiknað fyrir því sko kynningarplakatið á Mosquito Coast ég sé það en þar liggur þetta ég vissi þetta ekki nei, maður var ekkert að registrera Helen Mirren sko fyrir 30 árum sko og svo náttúrulega þetta er eiginlega erfið mynd sko dabur og svo náttúrulega þegar River Phoenix þarna sko þá er maður bara dabur by default sko hann náttúrulega ótrúlega talent sem að dó allt ungur algjörlega og þá fór ég að syrkja Heath Ledger líka okkur eru þessi strákar hvað voru þeir að deyja þá fór ég loksins á Naked Gun og leið miklu betur heyrðu, þetta er orðið helviti gott hjá okkur nema af því að við höfum svo það raðast allt svo vel hjá okkur sko þá var ein mynd í viðbót sem ég ætla að nefna 95 Die Hard with a Vengeance var það líka og svo Dangerous Minds með Michelle Pfeiffer sem kenna svona vandræðakrökkum í einhverjum bekk og það gerði lagið Gangsta's Paradise vinsæll sko en þarna kom líka myndin To Wong Fu Thanks for Everything Julie Newmar með Wesley Snipes, Patrick Swayze og John Leguizamo ég sá sem mynd og þetta hlýtur að vera einhvers konar þetta er endurgerð á Priscilla, Queen of the Desert sko. Priscilla, Queen of the Desert af því að þetta eru 3 dragdrottningar sem eru að ferðast landið þvert og endilangt og lenda á einhverju smábæ með bilaðan bíl og ég nefndi þetta nú bara ég veit svo skemmtilega til að það er gleðigangan á laugardaginn og hann var til fullt af bara helvíti skemmtilegum og góðum svona geymyndum ég varandi þessa mynd að þá ef að Priscilla Queen of the Desert hefði verið gerða kóresku skal ég alveg kaupa þessa endurgerða stælingu en hún má bara fara í raskat sko. og ég er ekki að segja að það er gleðiganga menn mér finnst bara Queen of the Desert, Priscilla er svo flott, svo vel leikinn svo skemmtileg og svo mikið svona breath of fresh er einhvern veginn æðisleg mynd til þess að fagna sko hinsegin bara kúltúr og fjölbreytileikanum fallegt og við vitum alveg á hverju hitt var gert sko og nákvæmlega pínu nudge látum Wesley Snipes og Patrick Swayze come on skilur
setur engin prísul in the corner sko. Nei, en það er það var ekki allt frábært sem gerist 95 en nei. Eins mikið og rosalega gott stöf þarna þá. Já, nei, ég raka augun í þetta sko og ákvað að nota þetta sem brú yfir sko því að mér man örugglega að fyrir ári síðan þá týndu við Oddur til nokkrar góðar geimyndir sko og þá náttúrulega tala ég náttúrulega mjög mikið príslu sko náttúrulega sem sko náttúrulega þú veist að Hugo Weaving leikur hérna aðal klæðskiptingin þar sko Agent Smith úr Matrix og L. Rond úr Lord of the Rings frábær og svo það Terence Stamp sko gamla drottningin sko og svo var Guy Pearce hann var sko, hann reiknaði þessum sko ég var svolítið skotin í hann í príslu sko hann var mjög myndaleg maður og svona sólbrúnn alltaf bera ofan sko og ég var að horfa á þessa mynd bara í gamla daga með konunni minni þá bara hvað þetta þokkafullur maður og alltaf verið svolítið hrifinn af Guy Pearce eftir það sko það frábær í LA Confidential og öllu sem hann gerir sko mjög flott leikari þannig að ef fólk vil taka gay stemning í glápinu þá bara spóli yfir Tu Wong Fu fara bara beint í príslu sem er bara ógeðslega góð mynd og svona feel good mynd sko. Já, hún er æðisleg og og það er eitthvað svo ekta við hana það er svona, hún er ekkert svona pretentious hún er það er stundum þú ert kannski að fjalla eitthvað svona geira eitthvað hvort sem það er og þú ert að snerta á einhverjum minnihlutahópum eitthvað slíkt þá verður oft svona mikill rembingur og eitthvað það verður að reyna aðeins svo mikið eða bara að exploita og ekki að sína neina virðingur eða það, alveg rétt en þarna finnst mér hún bara mér finnst hún svo eitthvað svo ekta, sönn og næs og hún er líka bara skemmt bara svona gleðisprengja þannig að ég mæli með henni heilsugu líka þessa helgi svo skal ég nú bara reyna að tína til listan frá því fyrra og hendi því inn á toppfólkið á Facebook bara mjög ætlum þessu bara inn í gleði helgina absolutely ég var eitthvað slappur helgina en ég var að hendi inn 5 útilegu verslunarhelgamyndum kom síðustu myndin inn á mánudagskvöld sko sem var Deliverance það getur efni annað þátt þegar ég fór á kanó niður þessa ána í myndinni ok ég bjó í Georgi fylki í 2-3 ár elti þar konu önnur flóknari og lengra saga en ég fór þar niður ég bjó á landamærum Georgi og Alabama tók þetta á að fara niður þessu á ég veit ekki hversu oft á leiðin þetta niður ég gerði því mitt hún lifir held ég mest á því sko þessi mynd og squee heyrðu, þetta er frábært Sveinn Voge, húmor virkar sést víða á Naked Gun og náttúrulega bara á þessum þætti við erum náttúrulega alveg að virka hérna heyrðu, þetta er klukkutími 22 mínútur það er nú nokkuð vel að sé vikið án odds og svo þarf ég að senda þetta í svona eitthvað Google Docs til odds í Berlín og hann sér að koma inn eða text það er bara óbúslega gaman að koma loksins já, loksins þú þarft að koma oftar sko bara ég þarf að rifja upp sko ég held að ég hringdi samband 3 áður sko með ákveðin topic sko Degið það Jackal og eitthvað svona, við þurfum bara að taka þetta allt í... Senda mér. Ok. Absolutt. Já. Sko nú, þegar ég er eitt, sko, nú heyri ég bara svona, Oddur er svona eins og Obi-Wan, Minn á Rekus. Já, og við erum við Svenni erum hjá Rekus á Laugavegi 27A í topp aðstöðu að láta gamin geisa og Rekus býður upp á allt til alls, bara að fara á www.rekus.is og þá er þetta að skoða alla dýrana sem að Tommy vinnur okkar býður upp á þá bara látum við þetta duga í bili over and out